þú veist, ef ég komst ekki inn á skemmtistað, þá byrjaði ég að saga dyraverðina. Ég fann það geggjað, sprætið mjög góð, fann það skárra samt. Ég meiri appelsínu drykkjamaður. Já, þú veist með það. En ef einhver býður mér innstans, þá get ég ekki sagt neitt. Innstans, maður. Þetta er geggjað. Herðu, við erum komið með rosalega gest hérna í Burning Questions, margumbeðinn gestur og það er að sjálfsögðu Green Legendið Pétur Jóhann Sigfússon, uppistandari, sjónvarpsleikari, kvikmyndaleikari, faðir, svona sambýlismaður og giftur, sko. Ég lifi í synd, ef þú spáir í því. Gerir það svolítið, já. Að vera ekki giftur, þar að segja. Já. En ég meina, hver lifir ekki í synd, svona ef þú spáir í því? Flestir gera það, sko. En takk fyrir að leiða mér að koma, þetta er geggjað. Já, ertu ekki til í þetta? Jó, þetta er svona á gamla skólanum. Já, þeir líður svolítið þess að mættur eftir í setti í 70 mínútum, þú sagði það? Já. Þetta er bara myndavél og ekkert væl og ekkert vesen. Svona gerum við þetta. Við hýttum bara á rauðartakan. Hvað er það heimskulegasta sem þú hefur gert? Í lífinu. Heimskulegasta sem ég hef gert í lífinu er að öllum líkindum að fara með yfirmanni mínum þáverandi. Ég sem sagt var að vinna eitt sumar hjá Landhelgisgæslunni. Ég veit ekki hvort þetta má rata, Ég ekki að láta þetta vaða. Jú, láta þetta vaða, maður. Nei, ég þori því varla. Komdu með þetta. Við fórum. Af því að hann var í einhverjum nágranna erjum. Þetta var yfirmaðurinn minn, sko. Þú ert basically að reyna að segja að þú hefði verið forsaður í þetta tiltekna atvik. Þú þurftir að fara þegar þetta var yfirmaður. Já. Hann sagði ég þarf að fá þig og nokkra hér með mér í smá verkefni. Og við fórum og gróðursettum alveg gríðarlegt magn af njóla af því að hann vildi fara í taugarnar á nágrannar sínum. Ég veit ekki, ég held ég megi segja frá þessum. En allavega, þetta er án efa það heimskulegasta sem ég gert, að gróðursetja njóla er náttúrulega eitthvað sem þú þarft ekki að gera í rauninni vegna þess að njóli er út allt og alls staðar og hann gróðursetur sig sjálfur. Hann sér þetta sjálfur. Þannig að, en sko, hann fór, þessi yfirmaður minn, og náði í fullt af njóla bara með öllum hnausunum undir, sko, með rótum og öllum. Og það hefði mikið verið að fara með vegna þess að hann vissi þetta, að hann myndi síðan bara dreifa sig yfir allt og sem hann gerði og gerði þetta til að fara í töðunar á grannanum. Og það gekk? Það hlýtur auðvitað. Það er stórefastum að þeir séu grannar í dag, sko. Njóli er eitthvað sem getur ekki losnað við. Það er bara sama hvað þú gerir. Það kemur alltaf aftur eitthvað. Njóli er líka svo gott orð, sko. Það er mjög gott orð, maður, og mjög vanta njóla. Segi ég oft svona. Sem ef eitthvað fólk er að sýna með garðinn sinn og svona. Akkur er ekki með njóla? Það finnst svona falleg planta. Allur einhvern veginn. Hann er svo asnalegur maður. Hann er ekki neitt, skilur. Hann er eiginlega eins og rabarbari. En rabarbari er allavega með eitthvað blöð og svona. Hann er ekki með blöð, hann er bara einhvern veginn út í lóð, bara beinn og svona fullt af einhverjum kopnum á honum. Jesús. Þetta er rosalega. Ég ætla að raða þessum þáttaröðum frá þeim bestu yfir í verstu. Já. Með 70 mínútur, svínasúpan, vaktirnar, asíski draumurinn og hlemmavídeó. Vá, bestu yfir í verstu. Já. Þetta er rosa. Vaktir, besta, draumar, á eftir því. 70 mínútur, hvað, varstu með strákana það? Já. Nei, 70 mínútur svínasúpuna. Við erum svínasúpuna. Já, það er nú erfitt maður. Já, ég set svínasúpuna í þriðið þá. Já. 70 mínútur strákar. Fjórði. Hlemmavídeó þá. Næst. Samt, já, ég verð að gera það. En þú veist, það er sko, það er samt eina af þessu seríum sem var gaman að gera, gaman að skrifa og gaman að leika og allt. Síðan fekk það ekki alveg ekkert svona mega áhorf á meðan það var í sýningu. En svo í dag er ég að fá rosa mikið af fólki sko, sem virðist vera að kveikja á þessari seríu í dag. Einhverju hluta vegna. Ótrúlega fyndið, sko. Já, hún er algjör steypa, sko. Hvaða kvikmyndatitill lýsir ástarlífinu þínu best? Hvaða fullar spurning er þetta? Af hverju vek ég ekki að skoða þessa spurning? Hvaða kvikmyndatitill
lýsir ástarlífinu best? Þetta tala ástarlífi núna? Já, bara núna? Eða bara svona í gegnum tíðina? Já, þú getur svo sem bara ráðið. Núna er það gone in 60 seconds. Eða þú veist, það bara svo búið að vera svolítið þannig. Gone in 60 seconds. Óþægilegasta sem þú hefur gert á þínum ferli? Á ferlinum, óþægilegasta. Það ég meina, ég er oft búinn að tala um þetta, það bara að fara upp á Akranes og fara í sleik með unga stúlku, sko. Það bara með Udda og Sveppa. Það það sem ég er búinn að tala um þetta víðsvegar, þetta það óþægilega sem ég gert. Nefnilega, sko. Já. Við gerðum hennan dagskrárlið, allt fyrir aurinn. Og sem að gekk út á það að við þetta var í samstarfi við banka, fengum pening í bankanum og fórum með hann út í samfélagið og fundum eitthvað saklaust fólk sem var og spurðum hvort að þau væru tilbúin að gera hitt og þetta gegn því að við myndum bara borga þeim pening. Og þú veist, við snóðum einhvern strák og borguðum honum 20 eða 30 skatt fyrir og svona hitt og þetta og þessa hugmynd fengum við að fara upp á Akranes bara í Fjölbrautaskólann þar og stóðum þar upp á sviði í matarhlýði, skólinn gjörsamlega bara mötuneytið, matsalinn stappaður af nemendum. Við bara, og þeir tveir með mikrofóna, einhver inni sem er tilbúin að fara í sleik við Pétur Jóhann Sigfússon fyrir 20 skall, engin rétt upp hend, 25 skall, engin rétt upp hend, 30 og svona gekk þetta upp í, hún konur upp í 60, 70 eða eitthvað, 1000 kall. Há var einhver stúlka sem ég til. Ok, þú veist, það sem að mér finnst skrítnast í þessu, þú veist, hún kemur upp á svið, sleikur er framkvæmdur, hún fær peninginn og við keyrum heim, sem bara svona, þú veist, ég var þarna 35-6 ára, hún hefur verið kannski 20 eða eitthvað, þú veist, kannski bara 18, þetta er það skrítnasta, óþægilegasta, það eru allar tilfinningar sem að hrannast upp og þær gerðu það eftir á, þú veist, ég skil ekki eftir það, af hverju við vorum ekki á leiðinni upp eftir eitthvað svona hei, býttu hérna strákar, ég meina já, þú veist, ég var aftur í þetta leiðina, ég man þetta bara eins og þetta hefði gerst í gær. Þú varst bara svona lítill líður og leiðir tilbaka bara Já, býttu, þú veist, hvað vorum við að gera? Þá byrjuðu þeir að hlæja, sko. Uddi náttúrulega hefur gaman af svona, sko. Byrjaði að grenja og náttúrulega þú veist, þetta er bara svona, hvað? Ég skil ekki hvað þetta byrjar og hvað þetta endar, sko. Hefur verið handtekinn? Burning questions. Já, ég hef verið handtekinn. Já, okkur. Þá var ég niðri í miðbæ Reykjavíkur, ég hef sagt frá þessu reyndar áður líka. Ég var niðri í miðbæ Reykjavíkur, þetta er mörg ár síðan. Þetta er bara 92, 3 eða eitthvað, sko, kringum 20. Ég var alltaf með þetta ég var með rosa mikið með vélsauðina mína. Þú veist, inn á veitingastöðum, sagandi dyraverð í tvennt. Heil lengi, þú veist, ef ég komst ekki inn á skemmtistað, þá byrjaði ég að saga dyraverðina, bæði svona og hérna í miðjum. Þeir voru allir dauðir, sko. Og á þessum tíma voru svörtumaríurnar oft, eða þú veist, stóru löggubílarnir sem eru svörtumaríur. Jú, þetta heitir það bara. Bara svona sjárlegt vanbílar. Þeir voru alltaf og eru jafnvel ennþá, ég bara fer svo sjaldan í bæinn. Ég er ráðin meiri svona gardínu fyllibita í dag. Heyrðu, sleppa kaffinu. Þeir voru vel staðsettir alltaf víðsvegar bæinn og ég í góðu stuði að labba á milli staða, byrja að saga lögreglubílinn í tvennt, bara starta vélsauðinni maður og byrja að heil lengi. Og þetta er allt þetta, skilur. Þú veist, það eru vélsauðin erfiðar þegar hún er að fara í gegnum bílinn og svo færðu þetta samt þegar hún er svona svo var ég komin upp þar sem að lögreglu, þar sem að þeir sitja, sko, þeir voru búin að horfa á mig fyrir framan bílinn, saga hann í tvennt. Svo byrjaði ég hérna á hliðinni með og einhver skrúa niður húðuna og segði, drullaðir í burtu, kallinn minn. Og ég svar ekki neinu. Drullaðir í burtu, byrja hann og ég held alltaf var og svo bara, veit ég ekki fyrir hennar gæinn kemur bara út og bara hendi fyrir aftan baki, á. Já, hvað var ég búinn að segja með þig? Já, fyrir ekki, já, inn með hann bara, inn með fíblið. Og bara inn í bíl og ég bara upp á stöð og fekk að dúsa þar í svona klukkutíma 1,5. En þarna var ég handtekinn. Ekki saga lögreglubíl í tvennt.